Velkomin í fjórða þátt af Neglur og Trúnó. Í dag ætlum við að fara aðeins yfir trends. Það átti upprunalega að vera sumartrend, en þetta verður svona pínu blandað af alls konar trendum sem að við erum annarkvort að fíla eða ekki. En við ætlum að byrja á því aðeins að bladra helgin okkar. Hún var alveg mjög áhugaverð. Já, við fórum ákveðum að fara aðeins að skemmta okkur út af því að önnur okkar er orðin freshly single. Þannig ég bara one drink. Hæ, bærin, helgina, núna, takk, please. Hvað er ekki helgina? Ekki neitt. Fór að drikki. Hvernig hljómar Getting A Hammered? little bit of wine. Hvernig hljómar mökkun? Hvernig hljómar mökkun? Og bara í bæ og spila og bara hafa gaman. Hvernig hljómar að vera helluð á bjöllunni? Það er hella á björlinni. En við sem sagt ákveðum þá að hittast og við fórum og við tókum smá svona spilakvöld eða einhver svona drykkjuspil. Ég er með ógeðslega skemmtilega alltaf drykkjuspil. Ég á svona 20. Já. Og ég tók með mér svona 5. Herri já, þú glemtir að koma með spilin í vinnuna. Ó nei, þau voru Það var mín taska áðan í taskaðin vinnunni. var á borðinu. Ó, Sirri var gott og svo taska bara, nei. Ekki ég. Ég held að einhver annar. Nei, þetta voru þeir taska. Ég glemdi ekki, ég passaði mig. Ok, það sækja hann á morgun. Já. En tók svo með sér fullt af einhverjum spilum og að mann alls að græja sig, þá var ég í svona would you rather spurningum og við vorum 3 ár, við vorum Junior var líka þarna. Junior var með okkur. Önnur sem var vinur með okkur. Já. Og við vorum eitthvað smá að taka pre heima og þú varst eitthvað að reyna Peppi karaoke líka á tímabili. Nei, ok, ekki karaoke, en þú veist, þetta er svona, þetta er ógeðslega skemmtilegt þegar ég á betur að gera með þetta. Við þú veist, þú setur, ferður svona karaoke og svo byrjar lagið og þú átt að giska textan. Guess the song. Já, þú veist, það þú er mátt svo ekki sjá gaman. Já, við áttum að þetta bara svona skiptast á, en allt í einu var þetta bara ég. Þú varst bara living in it. Ég var bara að bíða það að þú myndir bara svona skipta við mig, en það var ekki málið að ég er eitthvað. Okay. Ég held að ég var alltaf að bíða það að þú myndir svissa við mig, því ég var bara gaman að okkur einu í þessu. Ég ætlaði ekki að fara að stoppa þetta. Þú varst enjoying, þú varst being a diva. Ég ætlaði ekki að stoppa það. Já, ég var alveg being a diva. Þetta er ná trendi, ekki trendi, þetta hefur ekki séð TikTokið sem gæla kemur I try not to kill myself. Já, það er að giska lagið. Já, það er svo gaman ef maður er actually svona skiptast skiptast á. Það var allavega mjög gaman. I was enjoying the show. Þannig að þú veist, speak for yourself. Það er ekkit eðlilega erfitt að syngja fyllir. Já, samt það skemmtilegast. Það er alveg skemmtilegast, en þú veist, ég var líka bara eitthvað girls, ég myndi rústa þess að ég var edru sko. Þá myndi ég actually bara syngja vel. Já, þú sagðir það, varst eitthvað bara minnað á það, ég kann actually að syngja þannig ég gæti alveg fokkað ykkur upp ef ég myndi ætla það sko. Okay. I can fuck you up sko ef ég virkilega bara kann reyna á með blá edru sko. Ég syng betur þegar ég er ein heima. Nei, en hún í alveg kann að syngja. Ég er ekki að reyna að taka það frá þér. Nei, ég var ekki með crippling anxiety. Það var ég enda svo. It would be over for you hoes. En já, þannig að við tókum fyrst eitthvað heima digging around og svo fórum við og ætlaðum að fara í bæinn og í bílnu voru eitthvað, hvert viljum við fara? Og ég eitthvað, allavega ekki á Amerikan. Já, við segjum það. Já, svo varst út úr bílnum og bara beint á Amerikan í eitthvað, I guess. Ég ætlaði að reyna að fara á English en ég bara glemdi hvaða hurð var á English. Ég lappaði bara áfram. Let's go here. Elektra var sérst blá edru þegar við fórum á Amerikan. Blá edru? Ég var bara not a single a drop. Sorry my buddy. Bara not a drop. Ég var ekki búin með eina flösku og svo aðeins óbælskott, en þú veist. Eina flösku og eina litla. Já, ég kláraði 1,5. En svo segir ég var blá edru. Blá edru. En við sem sagt fórum á Amerikan og þú segir þetta svo beta, Amerikan. Ég segi alltaf bara American. Nei, bara American bar. En svo beta hún segir alltaf American. Sem ekki svona emphasis on the R og K. Er allt í góð? Við fórum á Amerikan. Fuck you. Og Elektra tók því sem a perfect opportunity for networking. Þið voru ykkur gæjar að reyna að tala við okkur. Já, ég fekk 1 auka follower. Já, við fengum 1 auka follower. Huge fan.
Einhvern Amerikana. Já, einhver Amerikana. Já, Amerikana. Og því að við setjum hana, það einhver gæi að reyna við hana og svo heyri ég bara þegar hann eitthvað yes, it's actually a podcast, it's Negler and Truno and also I do nails so you can see this ég bara, ok Já, því hann var eitthvað svona no days off Nei, ég actually bara when I'm not at work, I am at work skilur við, og hann var eitthvað svona eitthvað, how do you guys know each other og eitthvað Já Ég bara, we work together and then we have a podcast og hann var you should follow it Já, hann var eitthvað, what? Og hann eitthvað svona tók upp síma sinn og ég var þurft blá edru að skrifa síman og ég var eitthvað að skrifa síman hans og hann var bara, ok og ég bara, follow there we go Já, og svo fór ég í storyið mitt og ítti á YouTube-lingin ég er eitthvað, this is us This is us, you should listen oh my god, can I listen to it? Ég er eitthvað, yeah, it's a free will skilur it's a free country Já, like... já, bara listen to it og hann var eitthvað, ok, er þið ekki að tala ensku? Og hann bara, no, we're Icelandic hann líka trúði ekki að vera íslensk út af nafnum mínu, ég er legt að heyra Melsen trúði ekki að vera íslensk hann var eitthvað, you do not look Icelandic bara, að ég vera þú veist í einhverju vikingapilsi sorry, ég skal fara í þjóðbúningin já, oh my god ég held að sagði mér þess að við hann sagði ég það? Ég held það, því að bara ég held ég sagði við þig bara, oh my god, hann segir ég þú veist, lítið gjótt fyrir Íslendingur og þú veist eitthvað, she should just put on the uniform or something en mér minnir að þú hefði sagt eitthvað svona við hann I mean, it sounds like something I would say Já, en hann spurum líka eitthvað svona hvað ég var, bláveitru spurum líka hvað ég var gömul og svona, ég náttúrulega bara sagði það og svo hann hann eitthvað, hvað heldur ég er gammal og ég bara, 40 I think you're 40 og hann bara no, try eitthvað 9 years younger og hann eitthvað, I'm 30 og ég bara, dude, you're not 30 you don't look like it you don't not look like it minn besti er Rahul þú ert ekki 30 og Já, allir að knúsa Rahul eða mæti honum nýri bæ hann er að ferðast Ísland og hann er nýrfylgjandi Já, af því að hann er 30 og ég sagði hvað ég var gömul og hvað, svo þau varum að fara hann ætlaði að fara að go in for a little smooch a little hann tók í hausin á mér af því að ég var, Alessandra var eitthvað herri, ok, við erum að fara, ég er eitthvað, ok ég er eitthvað svona, ég minn I will never see you Já, ég er eitthvað, ok, I'm leaving, bye hann er eitthvað, no, wait, og tók í hendur mér eitthvað I'm never gonna see you again og ég bara, yeah, probably not, bye like hann ætlaði in for the kill Já, hann var eitthvað, no, at least let me kiss you goodbye ég bara, no bara, yeah, no, we're not doing that, bye þú veist, bara, þú veist, að ég var endrast að reyna við mig allan tíma svo vorum á Amerikan Ég held ekki að ég hafi tekið og svona dreigið í þig Já, þú dróst í mig Ég var löðast að, leit tilbaka leit á gæjan sem var búin að vera að tala um mig Já, leit á hann og síðan like, taka andlitið þú veist, dude, you're 30 ég er ekki að fara að make out with you Amerikan sko Amerikan sko, glemdu því sko ég er ekki bara að reyna við á Amerikan sko ekki fucking séns og þetta var bara já, þetta var rosalegt og ég bara þannig að allir að knúsa Rahul eða mæti honum já, hann er að follow okkur á Instagraminu, ég tjekkaði næsta dag og ég er eitthvað, oh my god já, ég let hann follow okkur tjekkaði svo, ég sé svo bara hann heitir Rahul never in my life hef ég hitt Rahul no. Það er svo svona eitthvað svona famous nafn en samt svona ekki þetta er bara eitthvað svona, oh my god þú veist, ég veit ekki, mér finnst það svo áhugavert eitthvað það er mér snöpp svo áhugaverð segir Elektra já, segir Elektra einu með ógeðslega áhugavert nafn, ekki Elektra ég var já, það var ég tók eitthvað píu naglir eða eitthvað, hún var eitthvað já, betur heitir Elektra ég var Elektra borðið fram með íslenskum hreim já svo þegar ég er í skólanum ég var í eitthvað svona ég við vorum í ég heiti Sæludagur eitthvað það sem ég var að velja í því að maður langaði ekki að fara í já og eitthvað heita já og hann var eitthvað að því að það lesa þið upp svo fara ekki fjarvist og svo kemur hann eitthvað döru Elektra og ég bara oh my god hvað þetta var ykt hann var að vanda sig sko þetta var svo ykt og ég bara þú veist aldrei heyrt annað eins bara þú veist hljómar eins og Power Ranger já
Já, guð. Electra. Ég bara, oh my fucking god, nei. Það stendur líka Elektra Hera Melsons. Hera, þetta er íslenskt. Ég er íslensk skjalla, skilur. Electra Hera. Electra Hera Melson. Melson. Ég man ekki svona danska. Já, maður segir eitthvað, Milson. Elektra. Hera Melson. Elektra Hera Melson. Já, kannski get ég actually bara verið Dani eða eitthvað. Já, bara get it. Ok, hendum okkur bara í sponsið. Luxa er sem sagt sponsorun okkar í dag. Þar getur þú fengið það byrja allt sem þú þarft sem er beauty tengt og getur fengið allt fyrir gelneglur, akrylneglur, augnhár, DIY augnhár frá hérna Lasvana eru komin, það eru tanvörur, það er make-up, það er bara allt sem þú þarft er þarna. Og mér langaði að spyrja þig, hvað er uppáhaldsvaraðin frá Luxa fyrir vikuna? Wow, ég var svo unprepared. Það er örugglega 3D streamgelið. Ég er búin að nota ógeðslega mikið. Þú ert búin að vera mikið með það núna? Já. Er það ekki það sem þú ert með núna? Jú, ég með nöglum mínum. Tristan som var hérna með, þannig ég ætla að take my face away as he zooms in my nails. Þetta er 3D streamgelið frá Sense. Þetta hérna Swiggly dæmi hérna. Svo setjum ég krómi yfir þetta og svo metallic svona liquid lit. Ég myndi segja þetta svona my favorites. Ég er búin að vinna svolítið mikið með þetta bara svona í mjög mikið að settum. Elska það fyrir svona til að festa króm og svona smá svona effekt. Mitt uppáhald núna er Fiberflow Hardener cover. Aldrei prófa. Aldrei? Nei. Ég sem sagt var bara að testa það út af því að ég hérna er með eina sem er með svo rosalega mjúkar, þú veist, viðkvæma neglur, það er einhvern veginn endalaust vesen á henni. Og ég prófaði það mjög þægilegt að vinna með það og það er mjög hart. Þannig að ef þú ert með einhver vandræði með negluna einar, eru þunnar og vesen, þá skal ég prófa það. Eru ekki með eitthvað annað líka sem við fyrir þau svona mjúkar neglur, þú veist, myndir ekki segja að Liquid Fusion væri líka svona... Ég er ekki búin að testa það. Ég er ekki ennþá komin... En var það ekki svona the point líka á Liquid Fusion að hafa þetta harðara? Jú, fyrir þú veist, út af því að það er náttúrulega líka akrygel, það sem er sem sagt eitt af 9 vörunum sem við vorum að fá. Já, mælum með að kikið 9 vörunar, minnst það allan æði. Já. Líka þú veist, við vorum að tala að glam pink myndi vera svo vinsælt. Allan, ég sagði TikTokinu mínu. Ég sagði TikTokinu mínu, já. Komið aftur. Ég sagði TikTokinu mínu, ég held að þessu áttur ógeðslega vinsælt í sumar. Búinn. Bara strax. Ef þið langar í glam pink millennial gelið, run. Run, don't walk. En þið getur kíkt á okkur á Suðurlandsbraut 52, Bláhúsin í Faxafenni, eða þá inn á kristanails.is. Þar getur þið séð úrvalið 9 verunar. Já. Ef að fara í the topic, nail trends, svona okkar fave og least fave og bara hvað búin að vera svona mikið í gangi. Já, do it. Að ég taka fyrsta? Takk þú fyrsta. Ok. Það sem er bara allir er að deyja yfir eru 3D blóm. Já, þeir eru mjög cute. Þeir eru mjög cute. Ég skal gefa því trendið það. Þeir eru ógeðslega sæt. Þetta er ógeðslega sætt. Very freaking pretty. En Jesus fucking Christ hvað ég kom að leiða þessu. Wow. Ég kom með no. Bara actually þetta er no með fucking Frozen sko. Þetta er no. Ok, Disney adult. Nei, bara, þú veist, þetta er bara annað hver sett sem maður gerir eða bara, þú veist ég er búin að gera þetta svo oft ég er ekki komið upp í koka á því ég er bara, það er líka svo ógeðslega leiðilegt að gera það það er svo leiðilegt, það er svona takt upp og þetta rúllir sig og svo þetta festa negluna svo, þú veist, er leiðilegt að festa við negluna og eitthvað svona, þú veist, ég sver það átt ekki koma ógeða 3D blómum það er bara, you haven't been doing it enough to, þú veist ég veit ekki, þetta er bara ég hef ekki gert 3D blóm sko, ég er ennþá enginn bara búin að biðja þig það? Já, ég er ekki búin að biðja það ég fengi skiluru nokkur hérna inspo og eitthvað að þið er með 3D blóm og eitthvað prófum hitt já, ég vil hitt þannig að ég hef ekki ennþá testað það nei, ég er bara allir ömmu þeirra allir ömmu þeirra er að fá sér 3D blómin og ég getur þetta but you can't fault them, it's so pretty though já, þetta er náttúrulega ógeðslega pretty þannig að þetta er erfitt að vera bara eitthvað svona þú veist, já annað trend sem er búið að vera going crazy eitt specific litur we already talked about her butter yellow everywhere
við erum búin að vera í búðinni að tala restocking, eitt specific litur 178 minni með hann heitir. Já, þitt propaganda sem þú varst ekki falling for Sem ég var ekki falling for. var bara butter yellow. Butter yellow. Yeah, I mean, I don't hate it en ég bara, fólk Þú að varst missa ekki sig. fall on the trend. Nei. Ég bara kaup með bara butter yellow ból daginn, sko. Já, og kannski fer ég bara að kaupa mig Labubu. No. Leiðum mér það ekki. Herði, jú, ég var með svona poll á Instagramin okkar, Naglar og Trúná, og þá spurði ég hérna hvaða summer nail trends eitthvað uppáhalds og alls ekki uppáhalds, og það eru nokkur hérna 3D blóm. Já, það var naglafræðingar væntanlega að segja bara Já, það er reyndar einn I've sem done enough. gerir augnhár, ekki neglur, aldrei gert neglur. Hún sagði 3D blóm, love it. Og svo segir hún líka aftur, pastelgular eru low-key sætar. Þær eru cute. Já. Og þú veist, eins og þú varst að tala og lítur út fyrir að tönið við hliðin á börjaðu sem er ástæðan fyrir því að þú ert falling for it. Sagði ég það? Já. Ég lítur út fyrir að tönið... Þú varst eitthvað komin í eitthvað svona börjaðu ból og þú eitthvað, ég lókast á tönið, ég sé, I love it. Ertu vissum að ég sagði það? Já. Ég hef enga minninga í. Ég var með hvít bæjabífur og ég svo tönið út á hvíta bæjabífur. Nei, bólnöðinum sem þú keftir og sagði þetta eitthvað tönið vinnunni. What? Já. Oh my god, no memory. En svo sagði einn hérna, ég hata að gera 3D línurnar en gera þær of course, love the 3D flowers þó. Þetta er mjög mikið svona hoppa milli, þú veist, 3D blómin. Ég er tím, getum við fara að call it quits á 3D blómanum, getum við aðeins bara Pump the brakes í alvörunni. Annað trend sem er búið að vera bara allstaðar eru þessar 3D línur. Þú veist að þá bæði svona random þykkari línur bara out of nowhere. Það búið mjög mikið með 3D blómanum. Það var alltaf eitthvað svona með og það var alltaf 3D línurnar. Svona eitthvað balansaða. Og bæði þú veist eitthvað random línur og svona á þú veist með French tips og það er svona 3D svona sikkvara megin á honum. Sem ég slít út þessu tippi, já. Mér stufum ég að sleppa því. En hérna, eða skeljarnar. Já. Það er mikið búið að vera að gera þú veist, þannig að einmitt, já, það er svona nýtt, blómunum. svona skeljar. Já, og það var einn sem að var að spyrja mig úti, þú veist, hvernig maður getur gert, eða þú veist, það er mikið búið að vera að spyrja úti í þetta, úti í 3D-línunar, hvernig er hægt að gera þær án þess að þær svona tínist undir toppkótinu, þú veist, ég er búin að sjá einhverja gera 3D-línunar yfir toppkótið til að sjáist betur, og mér líður eins og það geti ekki ennst vel. Nei. En þú sagðist vera með eitthvað gott tips and tricks fyrir... Já, ég myndi ekki setja yfir toppkótið út af því að þú veist, þú þarf náttúrulega að setja toppkót, þú veist, yfir 3D-línurnar, skilur, út af því að þú veist, þetta er náttúrulega bara, ok, það sem ég notaði, þú veist, í 3D-línur, það er bara glært bingagel og bingagel þarf, þú veist, toppkót, af því þetta er náttúrulega bara klístur og, þú veist, þetta verður bara dirty. Bara flýgur líka af bara. Já, þú veist, þetta verður bara dirty ef þú ert ekki, skilur, að setja toppkót yfir það. Og þegar ég gera svona línur, þú veist, ef toppkót er að fela línurnar, þá ertu bara að nota allt og mikið toppkót, fyrsta lagi, þú veist, þú átt að geta sett þetta, þú veist, jafnt yfir án þess að fela línurnar og ekki, þú veist, og án þess að þetta sé eitthvað ójafnt yfirborðið, skilur og eða það bara að gera alltaf þunnar línur. Það getur líka, þú veist, verið vandamáli, þú veist, alltaf þunnar línur. Annars, þú veist, þegar ég gera línurnar, ger ég alveg svolítið þykkar og bara svona toppkót bara svona yfir og þú veist líka bara svona eins og þú veist mína neglur þá er ég með svona línur svona hlið, þú veist ég tekna þetta svona side to side, já, þú veist það eru línur hérna side to side og þetta er bara þú veist ég byrja að toppkóta svona en svo þú veist tek ég bursta minn og ég fer svo side to side svona í línurnar. Já, það fylgir línunum þannig ef að línurnar eru þvert á negluna þá ferðu svo með bustan þvert yfir. Já, þú veist þetta er eins og þú veist þú ert að gera French og gerir þá svona swiggly lines eitthvað, þú verður að fylgja línunum og setja toppkót og fylgja línunum þannig þú veist þú ert ekki að setja allt mikið toppkót, skilur þú veist ef þú gerir beint yfir þá verður bara ugleitt, skilur þú? Já, bara hverfur. Já, þetta er bara andurs hverfur þannig þú veist það þarf ógeðslega mikið bara svona að fylgja línunum þannig það er svona my tip sem ætti alltaf að gera þegar að vera að nota þess að 3D-línur ég elska að gera 3D-línur, mér finnst það svo gaman. Mér finnst það svo gaman. Hvernig ertu að gera? Ertu alltaf að gera þú veist eina línu einu eða ertu þú veist? Sko,
ég er búin að testa bæði þú veist, þegar ég er að gera eins og þegar ég gerði hérna skeljar Farðu nær mæk. oh my god, Takk hversu bara nálægt á ég að vera Þetta er bara svo við, bara andjóks, bara eiginlega svona. bara hérna Já. ok, en já, ég sem sagt þú veist, hvar á ég að pick up Bara right here, skýði engum máli. right here Það má alveg vera að klaufa þeim í þessu. en já, þú veist, mér finnst þægilega að gera kannski allavega 2 línur í einu, þú veist, ef þetta gera skel Já. að þú veist, ég rakst í það að ég gerði, þú veist, alla skelina í einu og því að mér frekar þykkt gel til þess að gera línunar Já. og svo rak skvísan í þú veist, og ég bara og það var allt farið og þá þurfti ég að gera upp á nýtt Já. þannig að Vá, ég hefði actually bara skráðana. vera að gráta Já. en þannig að þú veist en mér finnst það þægilegt að taka og vera með svona lítinn þú veist, bara til að svona flaskjúra á annum milli Veistu hvað minnst þetta best? hvað? Ég er með þarna ég er með alveg frekar svona stóran svona lampa. Ég nota þennan frá Kristján Els af því að þá er hann bara inn á borðinu og ég gerir svo bara línu og þá þarf ég alltaf bara að leggja frá mig burstan og svona til þess að fært hana já, því ég fær hérna bara nær, skera bara svona skera línuna og svo bara íti á takkan skilurðu og þá bara kjörar þetta bara ógeðslega snöggt og þá bara slekk ég skera aðra línu og bara taki taki, í staðan bara alltaf að vera eitthvað svona að sækja setja niður, ná í ljósi, íta takkan skilurðu, til þess að það verður ekki línu og svona jafn svona fresh þannig mér þetta alltaf best, ég nota þú veist hitt þegar ég er kannski að gera steina eða eitthvað svona, svona mini, svona UV-lampa svona eins og vasaljós já, svona vasaljós, annars þetta bara þetta er og þú ferð þá bara eftir hverja línu já, þú gerir bara eina línu einu og þú veist, ég er yngar stund að þessu ég er miklu lengur ef ég er að nota vasaljósi já, ég trú þér og þegar ég var alltaf að leggja niður og já samt er ógst mikið hægt að nota svona vasaljós já, mikið frekar heldur að sleppa því sko já, bara, svo náttúrulega suma sem gerir svona línu í lampa já, einmitt það tekur það var ages já, það var eitthvað sem spyrir mér bara, þú veist, mér finnst ég bara verið bara endalaust að þess að það tekur svo ógeðlega tíma og svona, bara nei, þetta tekur svo stuttastund eða þú er bara með eitthvað lampsökund svona gripi og bara flash cure, þann næstu línu skilur, það tekur þetta ynga stund en það er með 3 línunar en ekki blómin eru já, þú ert alveg heitir á það ég er alveg heitur á blómin þú ert komið nóg að þeim ég er komið svo mikið nóg að þeim bara ekkert eðla mikið en líka það sem er búin að vera svona já, Butter Yellow það er búin að vera trending ég elska að gera þú veist, Butter Yellow svona friends svona 2000 friends og teikna svona blóm yfir það er alveg búin að vera svona trending hjá mér af því að þú veist, eða væli í frístafsetta ofta skeri það, það er ógeðslega sætt líka bara hjá öðrum naglaræðingum að gera svona friends og svona, hefur ekki séð þess Butter Yellow friends og svona bleik blóm já, það voru mjög mikið já. Ég er búin að vera að elska það, ég skrifaði akkurat niður hérna hjá mér Frenchies og blóm já. Mér finnst það svo cute það er ógeðslega sætt það er bara, ég er in love with it bara, það er trend that I can get behind það er mjög krúllegt þannig myndir fá þér Butter Yellow ég væri alveg til í Butter Yellow á þú veist, ég er til í Butter Yellow á neglur ég er ekki, don't get me wrong, ég er ekki hater á Butter Yellow ég er bara sumir are overdoing it a little já annað sem er búið að vera rosa mikið tiny perlur bæði caviar beads og svo pínu litlar perlur ég er búin að vera að sjá þær út allt þú veist þessi sett sem við erum að tala um eins og það sem er svona crazy neglur endalaust, þú veist 3D blóm hérna 3D línur og svo fullt af caviar beads já þú veist þetta er leopard, aura 3D línur 3D blóm, þetta er allt saman og þá koma the beads svona caviar beads, litlar perlur og eitthvað sem er ógeðslega leiðilegt fyrir mig því ég með það í svona og það er alltaf að taka þetta hérna ógeðslega mikið space og alltaf opna þetta og eitthvað fyrir pínu litlar perlur já, út af því að ég held að ég vildi bara hafa þetta svona for the aesthetic skilur en ég vil eiginlega bara svona halda mér í að hafa þetta verið þessu já, ég veit miklu auðveldara þetta var bara grúntlegt að vera borðið sko já, en já, það er bara ógeðslega mikið ég skrifaði mitt, skilur, mislitar mikið í gangi summer vibe ég er búin að gera mjög mikið af bara there's a lot going on já, bara mér svo það vera mikið alveg rosa mikið inn að vera með bara, þú veist þegar vorum að skoða, þú veist, hvaða trendur er inni, það var oft sem að gæti bara séð öll trendin á einu setti þú veist, bara
Ég fíla lot það, þú of bara everything. mixed it in one pot, Já. situr það neglunar. Mér finnst það ógeðslega gaman, svona bara fjölbreytnin í neglunar, bara svona það er allar öðruvísi. Ég get voða lítið haft þar allar öðruvísi, það myndi alveg do me crazy. Ég fíla að hafa svona, þú veist, Það var sama á öllu. já, ég held það. Ég er svona, þú veist, myndi kannski fíla eitthvað öðruvísi, en þú veist, ég get ekki haft allar 10 putta öðruvísi, Nei, skilur. ég fíla þegar það er svona smá all over everywhere. Já, þú veist, ég fíla að gera á aðra en ekki að hafa það sjálf á mig. Já, myndi veist- pæla mikið í því. Já, ég vil hafa það svona kind of symmetrical, segir maður það ekki? Symmetrical, Segir maður það ekki? Jú. Er það ekki orðið? symmetría, já. Symmetría? Já, Vá, Sem- aldrei heyrt það á íslensku. Það er svona American. American. En veistu hvað líka byrja að vera trending? Buy-up. Buy-up eru inn, Já, bara very much so. ég er búin að reyna að put people on buy-up bara í þessi, þú veist, 3-4 ár sem ég er búin að gera neglur. Ég Það er gaman að gera elska það. buy-up. Það er ekki gaman að gera Það er buy-up. svo gaman, ég var alltaf bara að gera ömmu mína og svo kannski kom ein og ein og það er eftir mikið að gera buy-up. Nei, Bara því miður ekki, nei, elska að því gera mér ekki, buy-up. ég gera það bara ömmu mína. Einmitt, Þú veist, það fær sér engin buy-up, en núna, mér finnst ég vera að gera miklu meira af buy-upi. einmitt. Ég er með sumar sem að koma bara alltaf í buy-up. Það er bara einu sinni 2 í mánuði bara buy-up. Já, ég er með Elska. eina, 2 sem er svona, nei, ég er með eina sem kemur bara, þú veist, einu sinni manni í buy-up. Svo er ég með eina sem kemur úr svona 2 mánuða fyrst í buy-up eða eitthvað. Svo er ég með eina sem ég var að setja bara buy-up á laugardaginn. Such a sweetie. Já, þannig þú veist, þetta er svona að byrja svona slowly og svo reyndar, jú, herri, nei, ég er með 2 sem koma alveg mánaðarlega í buy-up. Þetta er alveg, þetta er Þetta er að telja, expanding. þetta er að gerast. Já, þetta Fólk er að- expanding. Fólk er að vakna fyrir buy-upinu. Já, eða svo kallar princess nails. Oh my god, soap nails. No, thank you. No, Þeir eru ekki það er bara alveg það. buy-up. Ekki koma Þetta til mín buy-up. að byggja soap nails. En hérna, annað trend sem ég veit að þú ert með opinions on. Já. Og þetta þú? Hvað? Þetta hljóð? Ég bara fikk það í buxunum mínum. Já, ok. Ég held að það var bara svona don't judge me. Ég held að það ætlaði að koma þannig. Nei. Ok. En annað trend sem ég veit að þú ert með skoðanir á. Isolated Chrome. Já. It's cute, en ég er ekki bara að gera það. Nei. Skilur. Þú veist, ef eitthvað vil gullega silver design, þá nota ég bara liquid, Já. þú veist, liquid svona lit. En þú veist, you will not catch me að vera bara eitthvað að nota isolated chrome, þú veist, the chrome. The Chrome Það er powder. einmitt einn sem skrifaði hérna í pollun okkar sem var bara chrome. Bara Það komin var bara nóg. derrest það sem Bara sagði, í heild sinni. Done. Komið gott að þessu. Út með þetta. Mér finnst það svo cute. Það er ógeðslega cute, en þú veist, ég er ekki að nenna að gera 3D-línuna og svo bara eitthvað að fara að nota eitthvað svamp og ná í krómið og nutta því á og svo að taka það afgætt vel að því að það glimur út allan nögluna og þú veist, þetta isolated króm, Þetta er rosa mikið brass. þetta er ógeðslega mikið brast, þetta bara þarf ekki að vera, skilur, þú veist, ég nota bara annarkvort gull eða silfur, þú veist, það er, þú veist, ef ykkur sendir á mig að vera bara fátt, þú veist, blátt króm, svona, geðveitt bara svona blue, skilur það bara no. Það segir bara Ég, láttu þú veist, ég nota ekki svona króm til að gera þetta, skilur, bara því meður, þú veist, ég geri Hailey Bieber, það er, þú veist, svona glazed donut, ég nota þannig króm, en þú ert ekki að fara að catcha mig að nota bara eitthvað græn króm og pink króm og blá og þú Bara veist, nennir þig ekki. isolated gull og silfur, nei ég manst okkur þá varst þú held ég ekki byrjarnaglur en það var trendi í fyrra eða hitti fyrra, ég man ekki, ég held að vera hitti fyrra já, hitti fyrra, það var ógeðslega mikið trend að fá sér French og króm stjörnur Já. það var bara svona kannski venjulegt bleikt French og svo bleikar krómstjörnur og ég bara nei thank god that died quick sko. ég gæti gert það í silfur og gulli Já, af því það er ég á það í lit já, svona ég liquid. lakki bara. Já, það er lakki en hitt kemur ekki í lakki og ég er ekki bara að standa í ykkur isolated krómum dæmi sko. Nei. Ekki sjans Bara nennir ekki. Ertu ekki þarna minn? Nei ég dætt sko ekki í það bara no freaking way sko. Annað sem að ég er að fíla Bloomingale blóm. Ég skrifaði þetta líka
líka, skrifaði það líka? já, sem fer svona ofan á leopard þú veist, fólk er, þú veist, þú ekki svona leopard og það fer ekki svona hvít og er rauð eða eitthvað svona, það er svo cute, það er mjög ég cute elska það líka blómingilin eru bara búin að selja svona bara blómingilin eru búin að vera bara Já. blómingil punktur já, síðustu 6 mánuðina er blómingil bara búin að vera popping off þú veist, ég átti blómingil fyrir löngu til að gera svona crocodile print já, það er, ég líka bara ekki nóg því ég elska crocodile print og ég sakna að gera það, getur ekki fólk já fengið það er svona ekki mikið crocodile? núna En blómin og svona, svo situr svona eitt svona stein svona í Já. miðjuna. Það So er cute. svo cute ég geti gert það endalaust það er bara svo easy það er svo Situr- þægilegt og það er svo Já. satisfying það er svo svo satisfying satisfying að gera þú veist Já. með blómingil og bara svona ég er svona Þetta er að vera feitar og tilbúið. svo bara Já. ok, lampan Það er bara- skilur tilbúið. það er bara svona So sitra pretty. eða veit ég ekki hvernig það gera þá setja ég bara blómgil á nögluna og svo bara nota svona dotting tool taki litin og bara dot punkta honum í. bara 5 punktar Ready. so easy horfir að það gerast og segir hann að vera í lampan og er tilbúið so pretty það er svo pretty ég bara andjóks elska það en það sem ég sakna ógeðslega mikið að gera design er tribal design já þú varst akkurat eitthvað snert á þessu áðan og ég bara já. þetta var ég ætla hann að tóka ekki eftir þessu þegar ég var byrjuð þannig að þetta hefur kannski Nei, verið þetta var fyrir 2 ára síðan þá var bara the silver metallic tribal designi var rosalegt þetta var bara, ég fór bara marga dagir röð bara að gera þetta skilur að Instagram mitt var bara orðið allt og mikið að tribali þannig þetta er svona að fara að clear it out af því að þetta var bara tribal skilur það voru allir bara að fá sér maður þurfti alltaf að senda bara hvað viltu þú veist, maður vissi bara að það var bara tribal þú vilt tribal, yes. Já, ég dyrka ekki að það ég var hann bara master í þessu tribal dæmi já, þarna það var ekki að þetta einhver var að rinja í jörðina the tribal já, that's so cute þetta er svo geðveikt, ég sakna svo mikið að gera þetta líka, ég sakna ógeðslega mikið þú varst ekki byrjuð þá er að maður gerur svona þurrt crocodile print þurrt crocodile print já, þá með möttu eða nei, þú veist þetta er með blómingili já, og þetta er þurra hefur séð þetta? ég sé þetta bara þegar ég var að stalka þig Þetta var svo mikið trend og þetta er bara I miss it þetta er ógeðsla sætt don't worry, það verður myndið með þessu öllu ef að þið viljið gera elektrum mjög glaða þá skulle þið bóka þurrt crocodile og tribal book a tribal right now líka trendin sem ég elska með þarna blómanum hana svo svona teknað 3 dots í kring hvað heitir það aftur? svona daisies Er það daisies? 3 punktar í kring Þú veist, þú gerir svona 3 punkta næst 3 punkta, næst 3 punkta hvað heitir það aftur? ég svona, hún veit ekki einhver svona Hawaii blóm eða eitthvað Já, þetta man er ekki eitthvað hvað svona þetta heitir. Hawaii blóm þú veist, það voru allir einhver að svona fá tropical Já, svona tropical blóm það var ógeðslega mikið þegar á síðast var þessi hérna já, þessi eru mjög sætar þessar fæ ég ekki leið að gera og með, þú veist, með leopard printi, bara French leopard, þessar tropical svona hvítalínu, geðveikt ég fæ ekki náða því líka bara, já, leopard og zebra eða zebra whichever Já. way you decide to say Já. it hver segir zebra ég var einu svona skömmi fyrir að segja zebra af hverjum you don't know her ok, she shall not be named varstu skömmin fyrir að segja zebra yeah, ég var skömmi fyrir að segja zebra hún sagði, that's zebra og ég eitthvað, sorry sorry what, það er ógeðs að skrítið að vera skömmin fyrir já, það hún var bara, no þetta var a while back, ég veit ekki hvað hennar stand er á því núna hvort það sé zebra eða zebra já, if you're out there, let me know zebra eða zebra what, það er svo spes en já, rosa mikið, þú veist bara það er inn núna að vera með bara rosa mikið í gangi á nöglunum þetta er bara svo Line og Leon Line og Leon sorry, ég fór smá út undir ég er bara svona að ég hátti fyrir að kika inn zebra já en hvað er það þannig? ég var bara að tala um hérna, ég ætla að reyna að tala um
zebra og leopard Já, þú veist, Frenchies með þú veist, leopard print eða zebra print, það er gorgeous. so cute Ég fæ ekki ná því. so cute Ég þú veist, já, ég gerði það ógeðslega mikið síðasta sumar og svo svolítið svona yfir veturinn. Þú veist, ég get gert eitthvað ógeðslega oft að fá gleði því, en það sem ég bara actually koma ógeða fyrir blómin. 3D blómin. Já, 3D blómin. Bara þú varst að lofsyngja hérna Hawaii-rósinnar og nei, það er bara 3D, specifically 3D blómin sem að þú ert komin nóg af. Ég er ekki líka mikið fan að gera Friends of Chrome. Nei. Svona wedding nails type dæmi. Fekk ógeða því. Já, þú varst alveg bara, þú veist, ef bókað það bara, þú varst komið upp í kók af þessu. Ég var komið upp í kók, en ég myndi frekar gera það núna heldur en 3D blómin. Já. Þegar hver bókað það núna er ég bara, yes, þetta er ekki 3D blómur. Geggjað. Þetta makes up for it. En já, ég man ekki alveg já, náttúrulega það sem var ógeðslega mikið trending líka var að svona aura fade. Já. Sem er náttúrulega bara ennþá núna. Já. En það var svo mikið trend að fá bara alla 10 putta bara svona aura í miðina. Já, bara í miðina. Já. Hataði það. Nú? Já. Okkur Út af því að með þetta nota, þú veist, airbrush spjald til að gera það. Já. Mér finnst það rusl í heimi. Hefur þú átt svoleiðis? Já, ég var svona 3 ár. Að þetta er svo mikið jazz og þú þarf að þrífa þetta eftir hverja notkun og segjum hún sér kannski að gera orað og kunnin vill svo, þú veist, fá eitthvað meira með því, þá, þú veist, þú veit ekki bara þrífa hana meðan þjónustan stendur, skilur þannig að það þotnar og þetta bara stífla og þetta er ógeðslega mikið og alltaf taka í sundur svona til þess að þrífa það og eitthvað, ég bara super high maintenance. Þetta er super high maintenance og þetta er bara ógeðislega leðrætt og svo var airbrush ekkert að virka og svo setur það kannski aðeins með gera lit og þá er þetta ekkert, þú veist, þá er þetta ekkert að virka, þetta er ekkert að koma út rétt og bara my enemy. Bara your enemy. Þetta var my enemy. Þannig að það er airbrush 3D blóm Chrome og Frenchies. Já. Já, ég myndi segja airbrushi fer yfir 3D blómin sko. Já. Lord, en mér finnst ógeðslega gaman að gera orga með ombre-sprayinu og arkilunum. Já. Það er bara með arkil og svona svamp. Mér finnst það gett gaman svona fyrir eftir litum, þú veist, ef ég er að gera orga með bláum, þá er það gett erfitt, skilur með arkil og svona sponge og það tekur bara ógeðslega lang tíma svona að orga út, en ef ég er að gera þú veist eins og hot pink eða eitthvað, þá feitar það bara svona strax, skilur það fyrir eftir hvað lit þú ert að nota og eins og gera orga með svona sponge og arkili með hvítum það er svona góð 5 ár. Nice. Já, það er sem er ekki gaman, þannig þú veist besta sem ég veit eru sprayin, en þau koma bara ekki öllum litum. Nei. Þannig ef ykkur veit orra og ég á það einmitt í sprayinu, það er bara yes. En að arkilin, það er bara Já, nema ef það er einhverju sérstakir litir. Já, fyrir til lit, þú veist, já, einmitt. Ég er bara að verða búin með lista minn. Já, líka. Ég skrifaði jelly, þú veist, jelly litir, jelly lökk. Það kom tímabil þar sem það var endalaust að spyrja okkur hvort við seldum svona jelly liti. Menn er að rauða. Þessi sem er svona hálfgegnsæðir. Já, við fengum það aldrei. Nei, það bara Svo kom það líka gett mikið svona bláum og bleikum líka svona, en rauða því að var allir að nota það, setja gull króm, setja rauða og setja rautt yfir jólin, að þá voru allir að leita að þessu. Það var eitthvað eitt sett sem að trendaði rosalega mikið, einhver svona það sem var króm eða þá það sem var cat-eye litur undir og svo jelly. Endalaust af fólki að sína bara sömu myndirnar og maður bara og við bara, sorry, nei, við erum ekki með það. Ekki með þetta. Bara já, það er einhver ein pía sem hefur gert bara sett jólana 2024 og allir voru að reyna að recreata það. Jólin er svo hættuleg. Rauði er aldrei til. Við höfum oft þurft að taka bara rauði liti bara í burtu, bara taka það bara af úr búðinni. Við vorum með svona rautt svona spjald, bara svona með svona 10 litum af rauðum. Það bara seldist allt upp like that. Já. Og maður var nýbúin að restocka á þegar fólk bara
þú veist. Það bara verið búið bara svona. Fólk var líka bara doomsday preppa, fólk mætti bara, heyrðu, ég ætla að taka bara alla rauðu litana sem átt, bara, ok, þú veist, bara 1 af öllu, 2 af öllu. Já, ég veit ekki hvað ég á marga rauða, ég á, þú veist, held ég ánæst já, ég á svona 10, líka með henni líka, ég á svona 10 rauða, en það bara að ég er búin að eiga það náttúrulega bara síðan ég byrjaði að gera neglur, skilur, þannig, þú veist, þegar allir var ég svo stressið að finna rauða, þá er ég bara, the nail tech life, þú veist, þú átti þetta nú þegar, skilur, á svo mikið að rauðum. Þú veist, ef þú vilt vera með góðan rauðan, þá þarfst að sækja bara í, skilur, ágúst, þá þarfst bara að preppa fyrir jólin. Það sem ég elskar líka ógeðslega mikið er, þú veist, rauðanegluna, þá kemur croc design, svo kemur svona 3D gullína, svo kemur blómingel blómið í rauða, mannst ekki eftir því, það var allir, þú veist, að vilja eitthvað svona svoleiðis. Já, svona mix and match. Já, þú veist, og þá var kannski ring finger alltaf svona stórum með svona 3D blómi, svona, nei, ekki 3D blómi. 3D blómi? Ekki 3D blómi. Blómingel blómi. Afsaki, excuse my language. Excuse me. Þá var, þú veist, ógeðslega svona, minnst alltaf að hafa svona the 3D, nei, já, akkur ég ætla að segja 3D. Blómingel blóm, oh my god, it's been a day. It's been a day and a half. Já, en hvernig, lentið þú eitthvað tímann í þess baby boomer tendinu? Nei, ekki að viti, sko, þú veist, og ég er náttúrulega, ég hef bara gert það sem maður byggir þetta hvíta framan á og svo byggir þetta bleika, þú veist, þannig að það er bara það sem ég lærði. Já. Ég er einmitt að fara að taka eina í, þú veist, að fara að gera baby boomer helgina og ég var búin að hugsa, ok, ég ger þetta með arkilinu, það er örugglega bara geggjað. Ég hef ekki prófað og þú hræddir mig pínum. Ok, ég myndi frekar að gera með arkili heldur en að nota byggja. Það er alveg pínu brass. Miklu meira. Af því að ombre spray, við erum hægt með hvíta í framleiðslu. For some reason. Ég er ennþá með það, sko, ég er að spara ekkert eða mikið. Allir að senda post á hérna Ungverjaland. Í Budapest, já, Ungverjaland, Kristján Lels, bara komið aftur með fucking ombre sprayin. Við sögnum hennar. Já, ég elska öll þessi ombre spray. Líka bara, akkur ekki komið til fleiri litum, akkur að fækka það sem var vinsælast. Ég skil það ekki. En baby boomer, ég fíla að gera það ef það er, þú veist, bara sprayið, en þú veist, áður en ég fattaði sprayinu, þá var það náttúrulega bara gelinn og ég gerði svo ógeðslega mikið af því þegar ég var búin að negla fyrir einhverju 1 ár og ég var actually losing my mind. Það var bara, mér finnst það ógeðislega leiðilegt. Maður þarf að pússa svo mikið og vanda sig svo mikið og levela gelið svo mikið af því það er alltaf 50-50. Það er ógeðslega leiðilegt. Það er eitthvað sem ég vil ekki að gera. Not a fan. Nei, not a fan, en já, ég skrifaði ekkert meira af. Ég held að við sem bara búin með listan, við vorum með svo mikið sem við vorum bara agreed. Ég var með þetta skrifa líka agreed. Já, þessi þáttur fór bara mest í það að tala bara Rahul. Elsku Rahul, our biggest supporter. Hans verður sárt saknað, hún kistir hann ekki bless, þannig að síðast ef við hittir hann. Síðast hitt hann bara fyrsta og síðasta skipti. Það er ekkert aftur þetta, sko. Já, nei. Bara, ekki koma upp að gælu á demminu og reyna að kissa hana í alvörunni. No matter who you are. Jafnvel ef þú ert Rahul, bara even if you got that type of sauce, don't do it. Já, ég meina hann var samt showing support, þannig að við fengum nýjan follower. Ég tók síman hans og ítt að follow. Hann er ekki búin að unfollowa. Nei, hann er ekki búin að unfollowa og hann vildi ógeðslega mikið hlusta. Og hann vildi spyrja hvort þetta væri á ensku svo hann gæti hlustað. Það væri skemmtilegt að hlusta á þetta í flugvélina hans. Já, flugvélina hans. Hans flugvél. Ef hann hefði átt flugvélina þá hefði kist hann. Já, ef hann ætti svona 3 flugvél þá hefði kist hann. Já. Ekki kissa pýr á djamminu, óumbeðið, nema þú átt 3 flugvélar, þá verður það fæn.